ágætu gestir. Þegar Kári fór þess að leita í mig að fjalla fyrsta listara í prentinu og frændanum við Hafstein Guðmundsson, þá kannski það bara ljúft og skylt að gera það. En ég þarf að stikla á mjög stóru því að þetta er löng og mikil saga hjá þessum manni. Þetta var virkilega stór maður í þessum bransa. Hafstein Guðmundsson, hann fæddist í Vestmannaeyjum 7. apríl 1912 í Breiðabliki, húsi Gísla J. Jónsson kaupmanns, þar sem móðir hans, Guðrún Kristjánsdóttir, frá Auraselli í Fljótshlíð var vinnukona. Líklegast hefur móðir hans starfað við saum og hannyrðir á heimili kaupmannsins, því að síðar á lífsleiðinni fékkst hún við slík störf og fór henni það fyrir hendi. Faðir Hafsteins var Guðmundur Helgason, að mörgum kallaði Gvendur Krati, frá Grímsstöðum í Vesturlandi, sjómaður og bátsformaður og síðar þekktur forystumaður sjómannasamtakanna í Vestmannaeyjum og fyrsti formaður sjómannafélagsins Jökuls. Foreldrar Hafsteins skildu þegar hann var 5 ára. Pilturinn hafði sína skoðanir á þessu skilnaði og var afar ósáttur. Hann fylgdi þó föður sínum á annan stað. Þeir feðgar fluttu í Heiðardal, en ekki fekk Hafstein að njóta samvista við föður sinn lengi því að 6 ára gamall var hann gegn vilja sínum settur skælandi í bát og sendur upp í Vesturlandeyjar til annarar föðursystur sinnar sem bjuggu á bænum Gularási. Á Gularási fekk Hafstein gott atlæti og reyndist honum allir vel, en hann saknaði eyjana, foreldra sinna og systkina var sárt. Landeyjum sáast náttúrulega Vestmannaeyjar vel og þar vistist í Seyningafjarðar. Öll þess 6 ár sem Hafstein átti heima á Gularási kvaldi heimþráina og hann ímyndaði sér að hann gæti sætt foreldra sína ef hann kæmist heim. Hann gerði ítrekkaðar tilraunir til að strjúka og koma sér aftur til eyjanna kæru, en vorið sem hann var 12 ára tókst honum ætlunarverkið sitt. Hann kom sér í bát sem var á leið til eyja. Skildleiki okkar Hafsteins tengist í Auraselli í Fljótshlíð, lítið kot sem var hjálega við Breiðabólstað. Móðir Hafsteins, Guðrún Kristjánsdóttir, og afi minn í föðurætt, Erlendur Kristjánsson, voru systkini. Erlendur afi stundaði ég smíðar og útgerð dó ungur 48 ára. Fyrstu kynni mín af Hafstein þegar mér 17 ára gömlum boðið að koma til Reykjavík og læra prentið í nýrri prentsmiðju Hafsteins. Þetta hljómaði vel í mín eyrum. Sumir mínum félögum voru á fastanefndinu að læra og vegna minna aðstæðan í Eyjum þá gat þetta bara verið góð hugmynd. Í byrjun ágúst 1968 mætti ég á skrifstofu Hafsteins með einhverju bókinni í farteskinu eins og var beðið. Sjálfur var ég nokkuð ánægður með innihald bókarinnar og vonaðist eins að Hafstein hefði sömu skoðun á þessu. Og því ég sest fyrir framan Hafstein á skrifstofunni, uppburða lítill 17 ára drengur. Hafstein lítur yfir einhverja bókina og segir: "Jæja, frændi, en þess má geta, ég minnist þess ekki að hann hefur nokkuð tíma að kalla mig með nafni. Jæja, frændi, þú ert komin til Reykjavík og vilt læra prentverk og ert aðeins með 6,7 í íslensku. Ekki veit ég hvort að það getur gengið." Hann sá nú í gegnum fingur sér við það. Hafstein birtist mér sem mjög strangur mentor. AI var aðalsmerkið, engin auka kaffitíma eða slugs var liðið. Og eins og hann sagði við mig í það eina skipti sem hann kom að mér í símanum á vinnustað: "Þú liggur ekkert í símanum hér til að plana gleðskap helgarinnar. Þú ert hér til að læra." Og þess má geta að hann hitti naglann bara svolítið höfuðið því að á hinum enda línunnar var Björn Kristjánsson, Björns Íkvöld. Og það má geta nærri hvað var verið að ræða. En það voru nú stundu teknir svona aukapásur milli klukkan 8 og 9 á mótana því að Hafstein mætti ekki vinnu fyrir klukkan 9 á skrifstofunni. Og við sáum að þegar hann kom yfir Valhúsahæðina á bílnum og þá var svo raun til leiða að prentsmiðjuna við höfum nægan tíma til að koma okkur að verki. Þetta prenthús stóð nefnilega eitt hús á norðvestast á nesinu og var stundum kallað húsið á sléttunni. Hafstein var mótfallið því að ég sæti í fyrsta bekk Iðuskólans. Það hefði verið að kenna það sama og þú verður í gagnfræðaskóla, svo ég vil að þú vinnir frekar, nema þú mátt fara í íslensku tíma. Þú ferð svo bara í prófin í vetur. Ég sótti hins vegar verkleganskóla, frábæra skóla, sem Hafstein átti heiðurinn að koma á fót. Hér var fullkomna prentsmiðaræða í Iðuskólanum í Reykjavík. Hafstein blandaði aldrei miklu geði við okkur starfsmenn,
nema til að yfirlíka hvað það hefur verið gert og þá sérstaklega hvernig það var gert. Ekkert fúsk var liðið. En til að gera langa sögu stutta þá gafst ég upp á Reykjavík. Ekki í prentverkinu, því að mér líka það strax fyrr. En það hélt ég áfram nám í Eyjum og verði búinn að vera í byrjun ágúst á næsta ár. Það verið að vera í 50 ár, það er svona helmingur af þessum tíma. Næst lágu leiðir okkar Hafstein saman því ég tók sveinsprófið árið 70 haustið. Hann var þá prófdómari og þá sagði Hafstein, ekki reikna með því Flandi að þú fáir einhvern afslátt eitthvað skyldleika, þú verður að vanda þig. En í minningunni þá splæst hann á mig 7,8. En þá var Hafstein, hann var 14 ára þegar hann hóf nám haustið 1926 hjá Guðjóni og Guðjónssyni í Vestmannaeyjafélaginu. Og meðan heilsan liðið sinnti hann prentlist og bókagerð og kom víða við á löngu ferli. Hafstein var óþreytandi að leita fanga til að efla kunnáttu sína. Að loknu sveinsprófi frá Iðnskólanum í Reykjavík 32 sótti hann tíma hjá listmálanum, Finni Jónssyni, Jóhanni Brím og Þorvaldi Skúlasyni. Og hann stundaði svo nám í bókinnskólanum í Kaupmannahöfn og starfaði í borg. Heimstyrjöldin síðari batt síðan enda á störfin hans þar og hann flutti heim. Hafstein var lengst prentsmiðjustjóri, fyrst í prentsmiðjunni Hólum og síðan í eigin prenthúsi. Og hann lærði þar aðra prentleika. Hafstein var einnig mikilvægur bókaútgefandi og forlag hans, bókaútgáfa Þjóðsaga, réðist yfirleitt ekki á garði þar sem hann var lagstur. Ýmsar perlur íslenskra bókmennta og menningar ættum við sjálfsagt ekki ef Hafsteini hefði skort kjark, því að eins og gengur voru ekki allar ferðir í ár. Ekkert var samt til spara og nostraði hvert aðeins. En Hafstein hannaði ekki bara prentgripi, hann hannaði með annars skreytingar af matar og kaffistari. Mörg voru plötuumslögin sem hann hannaði og ekki má gleyma áhrifum hans á svartlistina sjálf. Fáir ef nokkrir hafa haft viðlíka áhrif á þróun iðnnáms og Hafstein. Hafstein var oft nefndur faðir prentlistarinnar á Íslandi á 20. öld. Hann starfaði árabil í stjórn félags íslenskra bókaútgefenda og á aðalfundi þess félags 1984 þegar Hafstein flögst í stjórninni var hann gerður að heiðursfélag. Í kveðju orðum sínum gat hann þess fyrir annars að hann hefði unnið við bækur og prentverk á 14 ára aldri. Þessi störf hefðu auk þess að vera lífsstarf sitt verið ein samfelld skemmtun. Hann var sæmdur riddarakrossi hinna íslensku fálkaorðu 1976. Hafstein var eindreginn talsmaður þess að hér yrði stofnaður prentskóli og þegar hann orðinn meðlimur félags íslenskra prentsmiðjuvegenda lagði hann ásamt félögum sínum þar drög að prentskólasjóði sem skyldi kaupa tæki fyrir prentskólan sem svo var stofnað við Iðnskólann 1958 og það er þá skólinn sem ég fór í gegnum. Hafstein var í nefndum tengdur prentskólanum í 3 áratug, lengst af formlega. Haustið 1942 urðu miklar breytingar á störfum Hafsteins þegar hann tók að sér forstöðu nýstofnaðra prentsmiðju hlutafélagsins Hólar sem ýmist var kölluð Prentsmiðjan Hólar, Hólar Hólar. Það hófst á því að kaupa vélar í húsnæði og þeim byrja rekstur í lágreistum bakhúsum Óðinsgötu 13. Mál og menning var eitt starfstíðtæfi Hóla og eitt helsta hlutverk prentsmiðjunnar var að prenta útgáfur þess fyrirtækis. Reksturinn gekk svo vel að brátt var talið hagstætt að ráðast í byggingu nýrra húsakynna. Samstarfsmaður Hafsteins hafði þessi orðumann þegar Hafstein kvaddi prentsmiðjuna Hóla. Ég held ég hefði ekki getað kosið með betri yfirmann og lærimeistar en hann. Fyrirtækið hóf starfsemi sína í lágreistum Trönd og Kofa og nú þegar hann skýrur við það hefur það verið í myndarlegum húsakynnum í nærri 20 ár sem það á orðið skuldlítið. Velgengni þess má að mestu skrifa á reikning Hafsteins sem hefur staðið þar við stýrið frá upphafi. Prentsmiðjan hefur notið öðrum hliðstæðum fyrirtækjum fremur meira álits fyrir vandað og smekklega vinnu og má það einnig skrifa á reikning Hafsteins. Síðan má geta þess að Hafstein hættir í prentsmiðjunni Hólum. Stjórnin ákvað að setja mann til höfuð sem átti andúðin í hálfmálið og fylgjast með rekstrinum og Hafsteini fannst það mikið vantraust og hættu. Mitt ár, 1965, lét Hafstein hefja framkvæmd við byggingu iðnaðarhúsnæðis í landi Byggar á Seltjarnarnesi. Þar áformaði hann að hefja nýtt prentverk og hafði stofnað til þess hlutafélagið Skar.
Húsið reis á tveimur árum, starfsemi hófst sumarið 167. Undir nafninu Prenthús Hafsteins Guðmundssonar. Prenthúsið var að miklu leyti reist fyrir lánsfé, því var þungur róður að byggja húsið og endingar að kaupa vélarnar. En þrátt fyrir ærin verkefni og ágætt starfsfólk skilaði Prenthúsið ekki hagnaði til þess að standa undir fargi skulda sem á því hvíldi. Hafsteinn ákvað þá að selja og það voru nokkrir sem vildu kaupa, en hann ákvað að sitt gamla fyrirtæki Prentsmiðjar Hólar myndi hljóta hossið að fá nýju prentsmiðjur. Og nú tóku áhyggjur minni ár hjá Hafsteini. Hann flutti strax með þjóðsögu bókaútgáfuna sína í gamalt leiguhúsnæði í Lækjargötu 10 og bjó þar sig. Á 7. og 7. og 8. áratugum kom hann víða við í félagsstarfi og langar að nefna okkur áhugamál sem voru mörg og vægast sagt óskild. Við tók hérna bara nokkur til. Hann var í Flugmálafélagi Íslands, hann var í Náttúrulækningafélagi Íslands, hann var í Hlífaninshreyfingunni, hann var í Guðsbyggifélaginu, Æðræktafélaginu og Velunnarafélagi Borgarspítalans. En þrátt fyrir langt líf og ýmiss konar áhrif á löngum ferli var Hafsteinn alltaf sveitaður, sem hafði gaman að hugsa hvað hann geti sett í jarðveginn til að gera hann frjósamari og tók ósjaldan þessi búnaðarritið í Hafsteinn. Eins og svo margir á nálægum kynslóðum fannst honum að allt starf ætti að miða að því að gera lífið betra fyrir þjóðum og til þess fyrst að varðveita tunguna, menninguna og landi. Hafsteinn var enn að hanna bækur fram yfir 8. Ég hef ekki orðið var við að formskilji hjá mér hafi laskast með árunum nema síður sér, sagði hann. Hann var tvígiftur. Fyrirkona hans var Ólafía Jónsdóttir, eignuðust 1 barn, seinni kona Hafsteins var Helga Hopps, þau eignuðust 3 börn og Helga átti einn fyrir sem Hafsteinn gekk í föðustaf. Í febrúar 1994 fékk Hafsteinn svo heilablóðfall og lést 1. september 1999. Blessuð sé minning lærimeistara míns og frænda Hafsteins Guðmundssonar, föður prentlistar á Íslandi á 20. öld. Takk fyrir. Hrifin döggin fersk og ný.
Yndislega heiland mig, ó